Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, þá það komið að svona heimsmálunum með Hilmari Þór Hilmarsinni sem á Akureyri. Við ætlum að byrja í ráðstefnunni í München sem sem hérna einu sinni ári og var núna helgina. Það sem vakti mesta athygli var ræða Marco Rubio, utanríkisráðherra. Það var svona ákveðið fegileiki fyrst eftir að hún var flutt, að það var ekki jafnt svona grótesk tónninn í henni og hafði verið hjá Didi Vance varaforseta árin áður, en erindi var kannski nákvæmlega það sama, Hilmar, eða hvað? Jú, mér fannst það var alveg augljóst að hann miklu kurteisari og maður gerir okkur grein fyrir því náttúrulega gallinn við þessa ræðu og það eftir Marco Rubio, hann fyrir með utanríkismál fyrir Bandaríkin, þetta ekki Trump, þannig að hann hefur ákveðið umboð eða samt sem áður, ef við skoðum Úkraínumálið, að þá er Marco Rubio miklu nær Evrópu í skoðunum heldur en til dæmis Didi Vance og Trump, þannig að hann ekkert alltaf á sama blaðsíðu og forsetinn, og forsetinn sem að ræður í Bandaríkjunum eru ráðherrar ekki kjörnir, þeir eru bara valdir sem ráðherrar, þeir eru meira ráðgjafar, en allavega mér fannst ræðan, hún var kurteislega og vinsamlega mörgu leyti, en hún var samt alveg skýr þannig að ef Evrópa vill hafa Bandaríki sem bandamann, þá verður Evrópa að gera eins og Bandaríkin vilja. Það því það að Evrópa getur ekki verið með eina sjálfstæða utanríkisstefnu, sýnist mér. Það líka annað varðandi þetta það talaði mikla aukningu útgjalda í varnarmálum eða hermálum og það alveg ljóst ef Evrópa ætlar að hafa gott samband í Bandaríkin þá þurfa þessi vopn að koma mestuleyti frá Bandaríkjunum. Og þessi 5% að fara á 2% 5% af verkli landsframleiðslu til hermála raunverulega þýðir það að Evrópa þarf að kaupa bandarísk vopn í mjög miklu mæli og það ekki vel tekið ef ég held að eitthvað 60-70% af vopnum Evrópu komið frá Bandaríkjunum, en það ákveðin skuldbinding þarna. Við vorum að láta 1 milljarð í það að kaupa vopn frá Bandaríkjunum til að senda til Úkraínu. Já, við erum hluti af því og það sem að gerist náttúrulega það með okkar utanríkisráðherra, við höfum enga varnarmálaráðherra, en hún mætir á fundi Norðurlandana og Eystrasaltsríkjanna G8 og sem varnarmálaráðherra, væntanlega, að því utanríkisráðherra fer með varnarmál. Og þá ákveðin pressa því öll þessi lönd eru með heri og öll þessi lönd eru á hættusvæði, annaðhvort með landamæri við Rússland eða liggja á Eystrasaltinu eða eiga efnahagslega við Rússland. Þau eru öll lofandi hrædd, þau eru öll með heri og þau vilja vera með útgjöld til hermála. Danmörk það frétt að vera að sýna það að það hefði verið minni útgjöld í Íslands heldur en Danmörkur, en Danmörk hefur verið gert þau mistök, eða ég segja dæmt hlutir rangt að þeir hafa talið það að með því að vera alltaf mjög mikil banda með Bandaríkin í öllu þar á meira í Afganistan og allstaðar, að þá myndu þau eignast velvild Bandaríkjanna aldur og ævi hvenær sem væri og jafnvel að Bandaríkin myndi taka hagsmuni þeirra fram yfir sína eigin. En við sjáum það í Grænlandsmálinu að þegar kemur að svona stórveldasamkeppni eins og Grænland, þar sem að Bandaríkin orðin óttaslegin vegna og ekki bara í dag heldur bara í framtíðinni vegna umsvifa Rússa og Kínverja, að þá skiptir þetta voðalega litlu máli að Bandaríkin fara mjög illa með Danmörku og hóta við bara ráðast á beita valdi hjá Danmörku. Það ákveðið, en ég var að þetta með Ísland, þegar hún kemur að þá finnst mér, hefur alltaf fundist að því Ísland gekk inn í NATO 1949 sem herlaus þjóð og það var raunverulega búið að samþykkja að við værum þáttakendur í NATO og borgaralegum forsendum ekki í hernaðarþættinum, að við ættum að halda okkur þar. Það virðist vera utanríkisráðuneytið sé annarra skoðunar, að við færum okkur meira og meira inn í hernaðarhlutann, sem mér finnst að það ákveðin hætta til lengri tíma litið, þá verðum við ekkert undan þegin lengur. Men ef við erum að kaupa vopn fyrir Úkraínu, þá getum við alveg skipt vopn fyrir okkur sjálf. Og ef við erum að kaupa vopn, þá getum við alveg fyrir með her, eins og önnur ríki. Þannig að Ísland að færa sig til, sem mér finnst vera ákveðin hætta með. Þannig að ég hef alltaf verið andvígur þessari hugmynd að við værum að fara inn í hernaðarhlutann og kaupa vopn, því við getum
gett mikið gagn á allt annan hátt og þetta, mér finnst að vanta langtíma hugsun hvað þetta varðar í utanríkisráðuneyti. Þar að auki utanríkisráðuneytið farið að tala með herskáum hætti gegn Rússlandi á sama tíma og það áhyggjur á því að það séu skip frá Rússlandi, rannsóknarskip og fiskiskip sem við vitum ekkert hvað er að borða í þessum skipum, sem eru bara við rétt utan okkar efnahagslögsögu nálægt sæstrengjum sem ef þeir væru eyðilegir þá erum við bara dottnir sambandi við umheiminn. Vistu að sérstakt sko að sérstaklega þegar það er svona mikil óvissa í Bandaríkjunum, þegar því Trump hótar alls konar hlutum. Ef hann hótar Danmörk og Noregi sem að kaupa mikið af vopnum frá Bandaríkjunum, hvernig myndi það fara með okkur? Og þegar svona mikil óvissa að við séum að tala eins og eitthvað herveldi, að við ætlum að grípa til aðgerða á Eystrasaltinu. Við höfum 700.000 ferkílómetra efnahagslögsögu, hún er 7 sinnum stærri en allt Ísland og við höfum 1 varðskip sem er vopnað með 1 fallbyssu á öllu svæðinu. Og ríkisstjórnin vill greinilega ekki gera neitt skurk í því að efla landhelgisgæsluna að neinu ráði og við erum eiginlega alveg varnarlaus. Það er ekki reynt að efla það eins og hægt vera, við getum alveg ráðið við það að gera það. En þá er áherslan á að senda vopn til Úkraínu sem ætla að vera notuð gegn Rússlandi og auðvitað réttlæti við með því við erum að hjálpa Úkraínu að verja sig, en Rússar muni ekki líta á þessi vinsamlega aðgerð. Þeir getur gripið til mótaðgerða, en það er eins og stjórnvöld á Íslandi telja það sé útilokað að Rússar muni einhvern tíma svara fyrir sig. Stjórnvöld segja að Rússar séu ófyrirleitnir og séu með útfærslustefnu og svífist einskis, en samt erum við tilbúin að auðra þeim með óvissan stuðning í Washington og mér finnst alveg hlægilegt að halda það að Norðurlöndin kemur okkur til hjálpar í einhverjum meira áttar átökum við Rússland. Þau hafa nóg með sjálf sig. Við vitum það að Noregur til dæmis þótt að sé ríkt land, þeir getur bara varað sig í nokkra daga ef það er eitthvað stór styrjöld í Evrópu. Ég skil ekki sko, minnst að vanta heila hugsun í þetta og alla langtíma minnst að vanta að þið vera að hugsa hagsmuni okkar í þessum málum og hvað við erum í hættulegri stöðu ef við drögumst inn í átök herlaust land og svo líka þegar okkar áþeir er að mæta og fundi þá vita allir áþeirarnir í kringum borðið að við erum ekki með her. En þeir ætlast bara til þess að við tökum þátt. En að taka þátt í þessu vopnakaupum, mér finnst að vera misráðið og það er líka umhugsunarvert að Bandaríkin sem eru okkar aðalbandamaður, við erum með tvíhliða varnarsamningar á 1951 og þeir buðu okkur að vera stofnaðalega NATO 49, þau vil ekkert borga krónu í þessi mál lengur. Þau verður hætta við það og Marco Rubio á fundum í München, hann mætti ekki einu sinni á fundin þar sem að stuðningsmenn Úkraínu voru að ræða frekari stuðningu Úkraínu og áframhald. Hann fór til Ungverjalands og hitti Orbán sem er fyrirlitin af mörgum Evrópusambandsleiðtogum. Þannig að sko Bandaríkin vil ekki taka þátt í þessu, þau eru tilbúin að selja vopn en vil ekki koma nálægt þessu, en við erum að koma að þessu, en við erum ekki hins vegar tilbúin að byggja upp okkar eigin varnir. Við erum með viðkvæmast sæstrengi, við erum með risastóra efnahagslögsögu, við erum ekki tilbúin að eyða mjög takmörkum peningum í það, en við erum tilbúin að standa í svona brölti og ég meina það er löngu komin tími til að fara að reyna að binda enda á því, það er bara að standa yfir lengur en seinni heimsstyrjöldin, 4 ár. En Evrópa er ekki með stól við borðið það sem hefur verið að semja endalok stríðsins einhvers staðar í Abu Dhabi held ég. Það sitja bara Úkraínumenn, Rússar og Bandaríkjamenn. Nei, þeir sögðu það strax. Já, þeir sögðu það er ekki hægt að tala við Putin. Það er ekki að semja við hann. Þeir eru að dæma svo leik. Og Bandaríkin eru á annarri skoðun vegna þeirra langtíma þjóðaröryggishagsmuna að þeir þurfa að ná eðlilegum samskiptum við Rússland og þú sért bara með friðaráðu sem að Trump er að setja í gang. Þar er hann með Putin og þar er hann með Lukasjenko og forseti Hvíta-Rússlands. Og Orbán er einn af fáum, hvaða vestrænir leiðtogar hafa leiðað máls af því að vera þetta friðaráð. Það er, ég heyrði það að Orbán ætlaði að vera það. Þannig það hefði myndast ákveðin gjá á milli Evrópu og Bandaríkjanna, samt treystir Evrópa á Bandaríkin og býður í ofvæni í hvað þau segja og svo eru misvísandi skilaboð frá Evrópuleiðtogum. Forseti Finnland segir að Finnland geti varið sig eitt gagnvart Rússlandi og Evrópa geti varið sig gagnvart Rússlandi ein á og stutt og meina leiðtogi
forsvarsmaður í NATO segir að það sé bara draumórar. Þannig að þetta er svona ruglingslegt, bæði sko ósamstaða innan hópsins og líka gjá á milli Bandaríkjanna og Evrópu og það sé ekki hægt að tala við Pútín en samt á að semja og ég skil þetta ekki uppi við mátti ekkert ræða mála, átti bara sigur á vígvellinu, nú skammast yfir því að fá ekki vopnahlé. Það all svona heildarhugsun og langtímahugsun, hún virðist vanta í þetta. Það líka ólík sjónarmið í löndunum. Finnland hafa náttúrulega alltaf byggt upp sína varnir með það í huga að þeir yrðu að standa einir til þess að geta varið landið og kannski eina landið í Evrópu sem hefur verið með þá hugsun í öryggismálum og það bara byggir á þeirra sögu og þeirra óvinnum í seinni heimsstyrjöldinni. En aðeins að Marco Rubio, að því að hann með svona ákveði erindi, hann talar sameiginlega arfleið Bandaríkjanna og Evrópu, talar svona vesturveldin í svona löngum tíma, þar inni verið þeirra bara nýlöndutíminn sem hann lítur á sem svona góðan tíma þar sem að vesturlönd með yfirburðum sínum gátu drottnað yfir heiminum. Að ef að Evrópa til í að koma í þetta svipaða slóð og Trump-stjórnin hefur gert í Bandaríkjunum sem að stundum hefur verið töluð sem svona karllæga, hvíta, kristna yfirburðahyggju að þá getum við orðið bandamenn en að öðru kosti sé ákveðin svona vá fyrir dyrum í Evrópu. Þetta eiginlega nákvæmlega sömu skilaboðin og voru fyrir árið síðan hjá varaforsetanum. Þetta nákvæmlega sömu skilaboðin og eru í þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna og hann eiginlega bara endurtekur þetta. En af því hann var ekki eins ruddalegur og aðrir að þá heyrist manni svona viðbröðin vera svona annars vegar, já það má nú vinna með þetta og við erum ekki alveg að missa Bandaríkin frá okkur yfir í það að segja byrju þetta er eiginlega ekki hægt að beygja sig undir þetta svona fyrir eftir því svona hvar viðbröðin eru svona kannski á sviðinu og í ræðunum að þá var svona gefið undir fótinn að við yrðum að halda upp einhverju sambandi við Bandaríkin þótt að vera orðin svolítið skrýtin en svo heyrir maður að svona þegar fólk að túlka þetta svona í skrifum og fréttaskýringum að þá þetta eiginlega skilaboðin frá Trump-ríkisstjórninni að við værum til í það að eiga Evrópu sem bandamann og vin ef að til dæmis Alternative for Deutschland stjórnar í Þýskalandi og Le Pen í Frakklandi og Reform í Bretlandi. Þannig ég meina skilaboðin eiginlega þannig. Já, það er sko, það verið að tala eitthvað svona gildi og það er náttúrulega til kristin álfa, það líka vísað í það og það hefur náttúrulega verið miklu fólksflutningar frá miðausturlöndum inn í Evrópu sem að Bandaríkin líta á sem ákveðna ógn því að við vitum það að Bandaríkin í endalausum styrjöldum í þeim heimshluta og hluta til þessi straumur innflutnings fólk sem hefur verið að flæða inn í Evrópu vegnast endalausa styrjalda í miðausturlöndum. Og jú, það verið að tala einhver svona gildi en samt sem áður þá það þannig að Evrópa verður hún verður að fylgja Bandaríkjunum, það er að taka þátt í stórhlutasamskipti við Kína, vera Bandaríkjanna megin, kaupa vopn frá Bandaríkjunum, þannig að það alveg ljóst sko með þetta þá Evrópa getur minna sjálfstæð utanríkisstefnu, ég get ekki séð það. Það það sem svo skrítið, Ilmar, það svo skrítið að meðan að Bandaríkin borguðu brúsann í öryggismálum, að þá var Evrópa ekki með sjálfstæð öryggisstefnu og bara elti Bandaríkin. Nú hugmyndin að Evrópa borgi fyrir sig, af hverju á hún þá samt að halda áfram að vera með öryggisstefnu Bandaríkina? Já, þetta alveg rétt það sem þú segir, því að sko, þegar ég var að vinna í NATO málum fyrir mörgum árum fyrir aldamót, sko, frá 50-99, þá var það þannig að Bandaríkin borguðu allan brúsann og mörg lönd voru undir þessum 2% þá voru og þá var eiginlega samstæðan það að Bandaríkin réðu eiginlega öll að því þeir borguðu mest af þessu og Bandaríkin voru til í að borga Bandaríkin voru til í að þennan leika því þau borguðu meira og þá réðu þau öllu. Núna eins og segir á Evrópa að fara að bera upp 5% af verkefnaðsframleiðslu sem flest Evrópuríki ráða ekkert við og muni aldrei geta gert, það reyndir á að gerast á 10 árum. Ég held að, sko, ég skilst að Bandaríkin sjálf ekki að fara í 5% af verkefnaðsframleiðslu, þau kannski 3,5% af verkefnaðsframleiðslu, en þá eru reiknað þeir búin að borga svo lengi. En þau vilja samt sem áður, að Evrópa beri uppi
NATO að mjög miklu leyti og þannig að Bandaríkin getur fært sig meira til Asíu og væntanlega þau inn á norðurslóðir og einbeitt sér meira á heimaslóðum í Suður-Ameríku eins og sáum í Venezuela. Evrópa ber þetta upp en eigi samt sem áður, ef hún vill vera áfram bandamaður Bandaríkjanna að þá verður hún að sitja og standa eins og Bandaríkin segja. Það er það sem maður verður var við og eitt af því sem var nefnt sendi herra Bandaríkjanna Sameinuðu þjóðanna var í pallborðinu með Kaja Kallas öryggismálastjóra Evrópusambandsins, öryggismálastjóra Evrópusambandsins. Þá var það líka bara nefnt að Bandaríkin skuldar 38 triljónir dollara og þetta ekki lengur sjálfbært þetta mál og að geta haldið þessu uppi því að skuldirnar eru orðnar svo miklar og svo skilaboði til Evrópu þið hafa verið að eyða ykkar peningum í velferðarmál og haldið upp ykkur svona öryggisneti fyrir ykkar ríkisborgara í staðins að kaupa vopn og svo líka skilaboðið að það á að minnka þróunaraðstoð. Trump lagði niður USAID sem var þróunarsamvinnustofnun Bandaríkjanna og Evrópusambandið hefur alltaf borgað mun meira til þróunarmála á mann heldur en Bandaríkin. En nú á að leggja þannig að velferðarmál, allt sem kallað public welfare, það er sérstaklega nefnt, það kom út skýrsla frá National Defense Strategy frá varnarmálaráðuneytinu 23. janúar á þessu ári og þá einmitt gagnrýnt að Evrópa sé að hugsa public welfare sem er almennt velferðarkerfi sem Evrópa með og þekkt fyrir. Evrópa með stigakerfi, skattkerfi og velferðarkerfi sem að núna að verða ósjálfbær vegna aldurs Evrópúa að unga fólki sem á að halda þessu uppi því alltaf að fækka og þeim sem þurfa að þiggja aðstoð eldra fólki sem þarf meiri heilbrigðisþjónustu og eftirlaun alltaf að fjölga þannig að kerfin að verða ósjálfbær og það kannski ein ástæðan fyrir því að það er þessi hægri sveifla en svo í Evrópu en svo líka þegar að bætist líka við að þessi auknu útgildir hermála sem eru alveg gríðarlega mikil í samhengi við Ísland myndi þetta vera svo mikið að þetta er eins og allt íslenska heilbrigðiskerfi í heilu lagi, allt sjúkrahúsin sem þetta byrði kostið, við ætlum að vera í 5% af landsframleiðslu. En þetta er skilaboðið, það er þessi vopna uppbygging og að það þýðir ekkert að tala við neinn, það þýðir ekkert að tala við Pútín, því hann vill endurreisa Sovétríkin og allt þetta. Það verði að leggja niður velferðarkerfin, það verði að hætta þróunarsamvinnu við fátækustu ríki heimsins og setja þessa peninga í hergagnauppbyggingu, hergagnina, en það út af því sem mun ekki duga og þetta er ósjálfbært og þannig að maður skilur ekki alveg hvað er í gangi þarna og svo í Davos talaði kanslari Þýskalands sem þetta að gera mikla breytingar í Evrópu, var til samkeppnisstöðu Evrópu og hraðar breytingar og við vitum það að komin 27 lönd í kringum borðið þá er allt annað sem einkennir þær viðræðulegum hraði. Þetta gengur allt mjög illa. Svo vilja allir kringum borðið fá fingraför sína á reglugerðir og lög sem verður að setja og geta sagt að það haft einhver áhrif og en það sagði kanslari Þýskalands að Evrópa er búin að setja heimsmet í reglugerð og lagabákni sem kæfði samkeppni og kæfði raunverulega uppbyggingu innar í Evrópu og er að flæma innan í burtu. Það er alls konar vandamál sem þarna verið að stríða. Svo náttúrulega erum við líka með það að helstu lönd Evrópu, Bretland er með forsætisráðherra sem að stendur mjög höllum fæti, Frakkland er með forsætisráðherra sem er að detta út á næsta ári, Þýskaland er með óvinsælan leiðtoga, kanslara Þýskalands, óvinsælan sem er með samsteypustjórn og það sem er erfitt að taka ákvarðanir. Þannig að Evrópa stendur fram fyrir alls konar áskorunum og svo eru aðrir eins og Macron sem er að hætta næsta ári sem forseti, bara kosningaldi í maí, að hann vil tala sameiginlegan hér og svo er varnarmálastjóri í Evrópusambandsins sem er frá Litáen, hann vil taka upp 100.000 manna sameiginlegan her Evrópusambandsins sem er sameiginlegur her sem á að vera bara tilbúin alltaf 100.000 manns. Þannig að menn tala sitt á hvað, þetta er engin samstaða og svo náttúrulega veltið maður fyrir sér, við eigum að fara að kjósa aðild að Evrópusambandinu á næsta ári, ekki seinna en á næsta ári og það er það sem margir sem vilja fara inn í Evrópusambandinu með heilismanni allavega Viðreisn og svo Samfylkingin
en maður heyrir ekki talað það, sko, erum við tilbúin að fara inn í þennan pakka og þó að við höfum fengið undan þá 1949 frá því að vera með her og vera herlaust land. Ég get ekki séð það að við fáum það í Evrópusambandinu og þar farið að tala það, þessi lönd sem eru alveg onni í Rússlandi, eins og Eystrasaltsríkin, þau vilja ekkert annað en bara sameiginlegan herra Evrópusambandsins. Það líka vegna þess, sko, að bandalag eins og NATO byggir á trausti og það traust mjög mikið laskað. Article 5 eða 15 grein, hún byggir bara á trausti, þú bara treystir á að það sé brugðist við. Jafnvel þó að orðalag þessara greinar sé mjög óljóst. En það traust að miklu leyti bara horfið. Núna, það farið, það við tekin algjör óvissa. Og þá heyrir maður að Eystrasaltsríkin sem tölu alltaf fyrir samstarfi Bandaríkin og NATO eru núna farin að tala sameiginlegan herra Evrópusambandsins. Maður heyrði svona ólík viðbrögð við stöðunni gagnvart Bandaríkjunum. Til dæmis Ursula von der Leyen, hún var að tala að Evrópa þyrfti að hafa svona öryggi bara á vefnum, þá var líklega að segja að Evrópa þyrfti eiginlega að vera frjáls gagnvart stóru bandarísku netfyrirtækjunum. Forsætisráðherra Danmerkur lagði áherslu á það að það var ekkert búið að leysa Grænlandsmálið, það var bara langt í frá. Þannig að menn mættu ekki svona skauta fram með því eins og það væri eitthvað svona þýða í samskiptunum við Bandaríkin. Svo það annað að Bandaríkin virðist alltaf skilgreina Kína sem sinn svona höfuðandstæðing í heimsmálunum. Og það bara rúta allra leiðtoga Evrópu til Kína að reyna að búa til einhverja samninga og viðskipti við Kína. Þannig að þetta svona mjög óljóst. Það eftir að draga eitthvað svona sérstakar línur í því, sko, hvað raunverulega að gerast í Evrópu, hvort að Evrópa sé að treysta á það að þessi hægt að vinna með Bandaríkjunum og þurfa bara að kaupa bandaríksvopn og að verða einhvern veginn undir einhverju öryggisreglu í Bandaríkjana og að framfylgja utanríkisstefnu Bandaríkjana. En svo á móti kemur svona ýmismerki þess að hluti af sjálfstæði Evrópu verður það að vera með sjálfstæði gagnvart Bandaríkjunum. Já, það eru til dæmis það Kanada, Frakklands, Þjóðverjarnir, þessi lönd eru farin að fara til Kína í ferðir til að kanna möguleika á meiri viðskiptum. Forseti Frakklands hefur sagt að fjárfesting frá Kína verið velkomin. Bandaríkin hafa algjörlega á móti því. Bandaríkin hafa barist gegn því að Kínverjar fjárfesti í Evrópu, sérstaklega í hátækni. Þannig að þessi lönd eru farin að tala við Þjóðverjar hafa að tala með vera samstarf við BRICS-löndin sem eru lönd sem eru undir forystu Kína, sem eru í annarri heimsmynd, sko, BRICS og þessi lönd sem eru starfa með Rússlandi og undir Kína. Það farið að líta á það að tala meiri viðskipti við Indland sem í viðskipti við Rússland og hefur vakið mikla úlfúð í Bretlandi, í Evrópu og Bandaríkjunum. Tala meiri viðskipti við meiri viðskipti við Brasilíu og svo framvegis og að taka við fjárfestingu frá Kína. Allt þetta mun mæta hörðum viðbrögðum í Bandaríkjunum. Það að segja öll til dæmis að kom hótun beint frá Donald Trump leið og forsætisráðherra Kanada fór til Kína að ætla að gera fríverslunarsamninga, þá eru þið refsiaðgerðir gegn Kanada. En það verður spenna framöndan. Evrópa er klemd þarna á milli. Sjá það að þau þurfa að auka sín viðskipti og tryggja viðskipti annars staðar vegna tollastefnu og vegna bara óvissu vegna Bandaríkjanna. Það mikill óstöðuleiki og bara traustið það sem óljós hvort þetta treysta Bandaríkjunum lengur. Það bara við skiptum stefnu svo oft og þannig að það ákveðið vandi. Svo náttúrulega var þessi tæknimál sem þú nefndir, tæknirissa í Bandaríkjunum. Að NATO sáttmálinn tekur ekki á ýmsum málum sem varða tæknimál vegna þess að þessi tækni var ekki til þegar 49 þegar sáttmálinn var gerður. Þannig að margt sem vantar inn í NATO. Þannig í sjálfu sér eðlilegt að ríki vinni saman í tæknimálum og ég sé ekkert að því að við Íslendingar gegnum samninginn með Evrópska efnahagssvæðið og fundi við Evrópusambandið að við séum að tala við þá slíka hluti. Þú nefndir Grænland. Að það sé þýða, það óvissa með Grænland
og maður bara velti því fyrir sér sko, þegar að maður sér það sko þessa strandleiki Rússa, þeir hafa verið að fjárfesta mikið í höfnum og alls konar, það er töluvert mikið fjárfesting, bæði sko viðskiptalegs eðlis en líka hernaðarlegs eðlis eftir allri lengjunni með Rússlandi, það sem er North-East Passage, svo kallað. Það er mikið fjárfesting og mikla siglingar og þar eru Kínverjar að leggja áherslu á að samvinni við Rússana sem er eðlilegt því þeir eru stærsta útflutningsland í heiminum, langstærsta útflutningsland í öllum heiminum og þeir eru háðir siglingaleiðum og þetta er mjög mikið mál fyrir Kína að komast þessa leið. Hins vegar er Northwest Passage sem liggur af Alaska, Grænlandi og Danmörku, það er eftir því mér skilst bara miklu minni fjárfesting, vantar hafnir, vantar alla aðstöðu til þess að sé hægt að vera með flutninga þessa leið og ef að Bandaríkin ætla sér að fara í einhverja mikla fjárfestingu þarna, við vitum það sko Danmörku hefur ekki enga fjárhagslega burði til að fara í mikla fjárfestingu fyrir hönd Grænlands, Kanada hefur mjög takmarkaða burði, þetta er 1/8 af stærð hagkerfis Bandaríkjanna ef ekki minna. Bandaríkin hafa Alaska megin möguleikann, ef að Bandaríkin ætla að fjárfesta þarna fyrir hundruð milljarða eða trilljón eða meira, þá skil ég Bandaríkin að þau vilja hafa ykkur að stjórna því sem þetta er að gerast og ég held að þegar að það sem gerist með Grænland, þegar að Bandaríkin er orðin hrædd að missa sko tökin á norðurslóðum og þessu svæði sem er Norður-Ameríka, missa tökin á því alveg og missa og verið miklu veikara stöðu en Kína og Rússland, að þá verður ákveðin hræðsla. Stórveldi eru þannig og Bandaríkin eru stórveldi og það verður ákveðin ótti við að verða undir þarna á þessu svæði. Og þá eru alþjóðalög og alþjóðastofnanir og siðferðileg álefni þau víkja fyrir þessari samkeppni og að ná valda jafnvægi. Og að því leyti skil ég Bandaríkin og ég sé ekki að segja það að Bandaríkin eigi að taka við Grænland með valdi og slíkt. Ég er ekki að segja það, en ég er bara að segja það að viðbrögð Bandaríkjanna og þessi ótti sem er núna miklu meira heldur en það var, því við vitum það að Truman forseti Bandaríkjanna á tími seinni heimstyrjaldarinnar og eftir seinni heimstyrjaldarinnar vildi kaupa Grænland og það er ennþá lengra aftur í tíman að forseti Bandaríkjanna vildi kaupa Grænland. En núna er þetta orðið miklu heitara mál bæði vegna siglingaleiðanna og líka vegna auðlinda og að það er alveg klárt að svo kallar Northwest Passage sem að Bandaríkin, Kanada og Danmörk ráða yfir, það þarf að þróa þarna mikla innviði og spurningin er svo, eru Bandaríkin tilbúin að fara í mikla innviðafjárfestingu í löndum þar sem að fjárfestingin raunverulega væri í eign annarra landa. Ég veit ekki hvernig það ætla að leysa það, en það er alveg ljóst að sko, það getur vel verið að í dag eða á morgun þá skiptir þetta kannski ekki svo miklu máli en á næstu 10, 15, 20 árum, 30 árum, þá verður þetta stórum mál hvernig þessu svæði verið stjórnað og ég skil vel út frá stórveldasjónarmiðum Bandaríkjanna að þetta er mjög viðkvæmt mál og erfitt mál. Ég skil líka Danina náttúrulega að það þarf að virða þeirra landamæri og svo framvegis og það þarf að virða rétt Grænlendinga. Þess vegna hefði maður haldið það að eins og með Ísland að þá hafa Bandaríkin aðgang á Íslandi og að Grænland lýsti við sjálfstæði og væru síðan með tvíhliða varnarsamningu Bandaríkin og öryggismál Grænlands væru í raunverulega höndum Bandaríkina. Það finnst til lengri tíma langa eðlilegt en það sko finnst mér sko að Grænland þurfi að það er fyrst og fremst að hugsa þetta út frá hagsmunum Grænlands. En þessi spenna er þarna áfram og hún verður þarna áfram og ég held þessi rétt að hún er hvergi nærri horfin. Nei, það er þessu er ekki lokið en maður þurfti kannski að fara að reyna að meta það að það er náttúrulega leiðin í gegnum Íshafið yfir Rússlandi styttir leiðina frá Kína til Evrópu og sleppir þarna svolítið erfiðum átakasvæðum sem að getur verið. Það var gott fyrir sjálfsjórnur í Kína, það verið gott að hafa þá leið líka til að upp á að hlaupa. En maður kannski sér það ekki alveg sama hinum megin að hvaða leiðir er þetta sem þetta styttir því að leiðin frá Kína til Bandaríkjanna, þú þarft ekki að fara þarna norður fyrir til þess, þannig að þetta væri þá leiðin frá Kína
og Asíu, það náttúrulega fleiri lönd en við tala stundu svona Kína en við erum að tala um Malasíu, Indónesíu og alls konar lönd sem eru mjög vaxandi þarna, sem eru í viðskiptum út allan heim, að það væri þá fyrst og fremst Suðaustur Asía sem væri þá tengd við Evrópu, sem að væri. Já, þessi siglingaleið sem Kínverjar hafa mestar áhyggjur af, það svo kallað Malakka-streit sem er á milli Malasíu og Indónesíu. Og ef að þeirri leiðir lokað, þá myndi til dæmis Kína ekki komast lengur í Persaflóan nema bara landleiðina. Ef að Indland og Bandaríkin, Malasíu og Indónesíu myndu loka Malakka-streit út vegna deilina við Kína og Kína er að þjarma að ASEAN-löndunum, að þjarma sérstaklega Filippseyjum, Víetnam og Malasía er orðið mjög þreytt út af Suður-Kínahafi, Malasía, Víetnam og Filippseyjar eru í deilum við Kína út af Suður-Kínahafi og Indónesía dregst inn í þetta líka þó hún sé ekki með aðgang á Suður-Kínahafi og ef að það verða deilurnar harðna við Kína þá gætu þessi lönd tekið sér saman og loka þessari leið fyrir Kína og þá kemst Kína ekki í Persaflóan og mesta olíu Kína kemur frá Íran, Persaflóan. Það eru þessi lönd Íran, Kúvait og þessi lönd Sádi-Arabía. Og komast ekki lengur í olíuflutningar myndu stöðvast í Kína og Kína myndi hægja mjög á hagkerfinu þeim fljótlega ef það myndi missa þessa siglingaleið. Þeir geta komist þarna norðan megin og fengi olíu líka frá Rússlandi, en fyrir þá þetta mikið hagsmunamál. Svo eru Austur-Asíulöndin, þau hafa líka áhuga á þessum siglingaleiðum vegna þess að þau eru þeirra efnahagsmódel hefur alltaf, sem er ólíkt Afríku og Suður-Ameríku, hefur alltaf byggst á útflutningi. Þannig að siglingaleiðir fyrir ódýrari siglingaleiðir fyrir þær eru skipta sköpum. Þannig að fyrir þær að komast þessa leið líka skiptir máli og eins og bendir að Indónesía, þetta er 300 miljónar land hér uppir og er gríðarlega mikill hagvöxtur þarna. Indónesía getur 5. stærsta hagkerfi í heiminum innan ekki svo langs tíma. Þannig að þessi lönd eru öll að horfa á Víetnam er núna í miklum vexti. Þessi lönd eru öll að horfa á siglingaleiðin og möguleika en eins og staðan í dag þá er þetta aðalega Kína og sem er í samstarfi við Rússland og þannig að þetta er svona hagsmunamál sem náttúrulega er líka hagsmunamál fyrir Bandaríkin sem eru náttúrulega Bandaríkin í viðskiptum við Austur-Asíu löndin fram og tilbaka, það eru mikil viðskipti milli ASEAN-landana og Bandaríkina í dag, þannig að það er líka hagsmunamál fyrir þá, en það er þennan rétti að fyrir Kína er þetta bara ekki hagsmunamál, þetta er bara lífsspörsmál, bara að halda hagkerfinu gangandi að opna fleiri siglingleiðir og þeir eru líka að reyna að styrkja sig varðandi flutninga á landi, til dæmis að það er mjög náið samband núna milli Pakistan, sem er stórt land, 240 milljónir manna, sem er stöðugum deilum við Indland en Kínverjar eru búin að leggja veg þvert yfir Pakistan til að komast fram hjá þessum Malakka-streit sem við erum að vorum að tala sem er milli Indónesíu og Malasíu og þá eru þeir að reyna að opna alla leiðir, leiðir á landi, bæði járnbrautir og vegi en hins vegar er það þannig að langt mest af flutningum Kína varandi þeirra útflutning það fer í gegnum fyrir á sjó. Já, og það sýnir kannski alvöruna á baku þetta. Það sýnir alvöruna á baku þetta ef að fólk verður áhuga, þá getur það bara yfir á netið og googlað plönum skipaskurði sem að liggja í gegnum Kaspíahafið út í Svartahafið. Þar eru svona, ég veit ekki, þetta er svolítið framtíðamúsík, en þar eru Kínverjar að skoða möguleika á því að opna gríðarlegt skipaskurðasystem sem að myndi fara þá úr Svartahafinu yfir og þar er nóg af olíu yfir til Kína. Þannig að þetta er alvöru mál fyrir Kínverja að opna nýja skipaskurð. Já, svo líka er annað Já, og líka því ég var í Bangkok núna nýlega, í rannsóknarleyfi, að þar hafa Kínverjar sýnt því áhuga, þú veist hvað Tælandi er í laginu, þetta er svona svo rani, þetta er svona mjótt, suðurhlutin af því, að grafa þar í gegn skurð til þess að komast fram hjá Malakka-streit, þá bara hreinlega í gegnum Tæland. Og það er eitthvað sem að yfirvöld þar hafa verið að tala um og með Kína og það er náttúrulega ábóðslega stór fjárfesting og Kínverjar hafa talað um að vilja gera þetta. Þá náttúrulega vakna sjónarmið hjá Tælandi, þetta er dýr fjárfesting, þau myndu þurfa að taka mikið af svo að láni
Þeir vera að skipta landinu í tvennt og suðurhlutin, þetta eru aðalega múslimar sem búa þarna, þetta er viðkvæmt svæði pólitískt, en það alls konar í gangi og það er búið að tala þetta í mörg ár, að grafa þetta skipaskurði í gegn og þetta snýst siglingaleiðir og þetta eru allt saman mjög viðkvæm svæði og þannig að þetta í gangi og þess vegna skil ég sjónarmið Trump að vilja tryggja stöðu Bandaríkjanna á norðurslóðum, alveg eins og hann að reyna að tryggja stöðu Bandaríkjanna í Asíu með því að við erum með ógus sem eru Bretland, Bandaríkin og Ástralía í bandalagi saman og síðan með Quad, það sem Japan, Indland, Ástralía og Bandaríkin. Þannig að það hefur verið mynda alls konar bandalög til að styrkja stöðuna og þetta náttúrulega miskunnlega samkeppni og það það sem að gerist þegar komin svona ótti og við erum komin margpóla heim, það sem það eru 3 stórveldi, jafnvel 4 þegar Indland kannski fyrir að teljast líka vera stórveldi, að þá verður þetta miklu harðari barátta og við erum að sjá þetta líka út af siglingaleiðum. Herðu, það eitt inn í lokina því að ég ætla að enda bara á Marco Rubio. Þessi svona erindi að Evrópa þarf eiginlega að verða eins og við til þess að við getum unnið með henni. Ég meina þegar maður að horfa á þróunina innanlands í Bandaríkjunum að þá það náttúrulega vopnað útlendingaeftirlit sem að ferðast borgin og bæinn og ryðst inn á veitingastæði til þess að henda út fólkinu sem að vaska upp. Þetta eiginlega skilaboðin að þið þurfið að fara þessa leið ef að þið ætli ekki að enda í síðmenningarlegu hruni held ég að orðalagið sé. Hvaða áhrif heldur þetta hafi á pólitíkinni í Evrópu þar sem að Bandaríkin koma eiginlega með skilaboð inn í stjórnmál Evrópu sem eru kannski ekki svo ólík skilaboðum Rússa að hvaða flokka við eigum að kjósa til þess að Evrópa lifi af í þessum breytta heimi. Já, ég hugsa að þú vitir nú meira þetta heldur en ég, en allavega þú sást að Marco Rubio var núna í Ungverjalandi og Ungverjaland hefur viljað loka sínu landamærum og það svona hægri flokkur með mjög harða útlendingastefnu og þeir landamæri Schengen við Ungverjaland og þeir hafa verið mjög íhaldsamir og auðvitað þarf að taka á þessum málum í Evrópu að fólk eins og í Þýskalandi og í Svíþjóð þar sem eru komin Svíþjóð sérstaklega vandamál með glæpi og annað, að það náttúrulega, það skiptir máli fyrir Evrópu að fá inn fólk. En trúir þú því, Hilmar, má ég spyrja það einu, trúir þú því að glæpir í Svíþjóð séu afleiðing innflytjendastefnu? Trúir þú Trump að glæpir í Bandaríkjunum séu fyrst og fremst innflytjendur, glæpalýður sem hefur hleypt út úr fangelsum annar landa sem breiðist yfir Bandaríkin og ef við hendum þessu fólki út þá verður engin glæpifrændir í Bandaríkjunum? Trúir þessu? Nei, yfirgnæfandi meirihluti fólk sem kemur inn í Evrópu og Bandaríkin fólk sem skilar jákvæðu framlagi til þjóðfélagsins. En það skiptir það máli að það verði ekki til slömm og alls konar útkjálkar sem úr sambandi við þjóðfélagið í löndum. Og Bandaríkin Bandaríkin sjálf eru samfélag innflytjenda og þeir hafa immigrant culture og þeir hafa Bandaríkin hafa verið mjög lagin og meira lagnar en Evrópa að ná saman fólki úr mjög ólíkum þjóðfélögum og búa til þjóðfélag, því þetta allt saman, ægir öllu saman. Ég hef búið í Bandaríkjunum í 10 ár. Það ægir öllu saman, ólíkum trúflokkum, ólíkum samfélögum og fólk frá ólíkum uppruna og það sem hefur styrkt Bandaríkin það að þau eru með voru allavega eru með bestu háskólinn í heiminum, hafa getað dregið að hæfileika fólk allstaðar að heiminum. En Hilmar, það er líka í Bandaríkjunum. Það er líka í Bandaríkjunum. Stórveldið sem það er. Já, það er líka í Bandaríkjunum sem hefur haft svona vasa þar sem að fólk af sama uppruna, ég veit ekki að segja rotta sig saman, en við með Chinatown í bæði á vesturströndinni og austurströndinni, þú með litlu Ítalíu, þú með Grísthverfi inn í Brooklyn og
Og þannig að það bara í sögu Bandaríkjanna eru dæmi að þú veist þetta, ég meina skaðinn af þessu ekkert stórkostlegur, þetta sé það þannig að síðustu innflytjendurnir eru oft mest í glæpunum vegna þess að þeir eru mest á jaðri samfélagsins og þannig var það í New York að einu sinni voru þetta Írar og svo voru þetta Gyðingar og svo voru þetta Ítalir og svo voru þetta fólk frá Karíbahafinu og svo voru þetta kannski Sómalar og guð má vita hvað. Þannig að þessi svona hugmynd að við séum einhvern veginn höll á bjarginu, að því að það verið að tala um kristin viðhorf og kristin viðhorf í kringum Trump-stjórnin eru náttúrulega evangelísk Suðurríkja kirkja sem að trúir einhvern veginn á að við séum borgin á bjarginu og erum umsetin af einhverjum andstæðingur sem að grafa undan okkur. Raunverulega er ráðamenn í Bandaríkjunum að koma til Evrópu og biðja okkur að taka upp þessa hugmyndafræði. Sem að mér finnst svolítið skrítið, sko. Ég sé ekki alveg hvar viðtökurnar eiga að vera. Já, sko, en ef þú tala um Kínahverfi, til dæmis í New York eða í San Francisco eða í London, þá er þetta iðandi af lífi og þetta fólk þekkt eða það var sama hvar sem heima, þetta iðandi af lífi, þetta gríðarlega mikið viðskipti, þetta friðsamt fólk sem mjög vinnusamt. Og það ekkert af því, þetta ekki slömm. Ekki heldur Afríku hverfið sem í París eða, þú veist, þar líka komið indverskar götur. Ekkert endilega, það tengist ekkert því. En það þarf samt sem áður að vera, sko þegar að taka inn fólk, þannig að þarf að vera einhvers konar kerfi og þannig að Schengen var búið til á sínu tíma til þess að fylgjast með hverjir að koma, hverja erinda. Og þegar ég var gestaprófessor í Aþenu fyrir nokkrum árum, þá var það bara þannig að það gekk bara stjórnlaust fólk kom bara fótgangandi inn á Schengensvæðið án eiginlega nokkurs eftirlits inn í Grikkland og var svo með það í huga að komast norður og þá, ef maður talaði við sem þessu fólki, þá var hugmyndin svo að við getum komist að það meiri félagsleg réttindi og við viljum komast í það. Það alveg, og mikið af þessu fólki bara gagnlegir þegnar og Evrópa er að eldast og hún þarf að taka inn innflytjendur. Þessi Bandaríkin, sko ef Bandaríkin ætla að halda sínum stöðustu stórveldi í heiminum við Kína, að því Kína er 4 sinnum fjölmennir eða eitthvað svoleiðis, þá verða þeir að halda áfram að taka inn mikið magna innflytjendur. Þeir verða að gera það, ef þeir ætla að halda sinni stöðu. Ef þeir gera það ekki, þá tapa þeir sinni stöðu. Það er ákveðið bakslag út af Trump, því hann svona gengur á langt í þessu. En þeir verða að gera þetta, eins með Evrópa er að eldast, velferðarkerfin hjá okkur eru ósjálfbær ef við náum ekki að taka inn yngra fólk og vera lækka með eða halda velferðarkerfinu lágum og vera með mikið af ungu fólki sem að vinna og greiða skatta til þess að halda uppi fólki sem er komin eftir eða þarf meira á heilbrigðiskerfinu að halda. Það verður að gerast, en auðvitað þarf að gera það á einhvern hátt þannig að það sé friður. Ég meina að fólk geti bara komið frá Miðausturlöndum, fólk sem kannski hver sem og gengi bara inn á Schengensvæðið alveg að sé nokkuð eftirlit, það held ég að sé ekki rétt nálgun. En mín tilfinning var það í Grikklandi að landamærin voru bara galopin og það þarf að vera einhvers konar stjórn á þessu og Bandaríkin til dæmis hafa verið að fá mikið af hæfileika fólki inn sem hafa bara verið hleypt inn í bandaríska háskóla og verið þessu bandaríski þegnar og Evrópa hefur líka góða menntastofnanir og Evrópa þarf líka að geta tekið á móti þessu fólki og komið því inn í samfélögin. Þannig að það er náttúrulega mjög flókið mál. En Já, en þegar að Mark Rubio og félagar er að koma til þegar Mark Rubio og félagar er að koma til Evrópu og segja að þeir verða að gera eitthvað, þá stillaður upp einhverju svona fáránlegri hugmyndum og opin landamæri þar sem að innflytjendur bara flæða yfir allt eða það að vera með vopna útlendinga eftirlit sem að handtaka fólk vegna þess að það talar með reim eða er öðru svo litin. Þú veist, við búum ekki við í heimi þar sem þetta eru valkostirnir, sko. Nei, og við erum að fá, ég meina til dæmis fá fólk frá Asíulöndum inn í þessi, inn í Evrópu. Það er alls konar fólk sem við erum að fá inn í Evrópu sem er mjög gagnlegir þegnar og nauðsynlegir þegnar og verða hluta af samfélaginu og svo framvegis og geta starfað í samfélaginu. En svo eru líka til
svæði þar sem að verða einhvers konar slömm sem út úr tengslum við allt. Það er eitthvað sem að er ekki endilega sök innflytjendana bara, það er líka þjóðfélögin þurfa að geta tekið á móti fólki og veitti réttan stuðning og stuðla að því það verið gagnlegi þegnar. En ég meina það er alveg ljóst að Bandaríkin hafa orðið stórveldi sem þeir eru vegna innflytjenda. Það er kannski eitthvað sem Trump hefur ekki, hann sé sjálfur innflytjandi, hann er frá Skotlandi, upprunninn frá Skotlandi og Þýskalandi, en ég meina ég held samt sem áður sko að Schengen-svæðið þannig, það eru Schengen-landamæri og það er ákveðnar reglur það hverju fara inn á Schengen-svæðið og það þarf að framfylgja þeim. Það hefur alltaf verið, það er svo erfitt að komast inn á Schengen að ég hef verið í Afríku þar sem að sko barirnir heita Schengen sem er eiginlega bara eins og að heiti paradís eða eitthvað. Það er svo erfitt að komast inn á Schengen að það er talað það eins og að sé bara sko gullnaliðið. Og það segir allir sem hafa farið og ferðast heiminn og verið í flugstöðum og séð hvernig landamæri eftirlitið að taka út fólk sem er dökkt á litin eða lítur út eins og séð frá Miðausturlöndum. Það er bara sá sem heldur að þessu opin landamæri í Evrópu, hann er bara, ég veit ekki hvað hann er bara búin að vera fastur í Dýrafirði í 50 ár. Nei, ég var í Aþenu og ég bara hitti fólk sem hefði bara farið fótgangandi frá löndum eins og Pakistan og slíkum löndum bara fótgangandi inn í Evrópu. Hins vegar sem háskólaprófessor þá veit ég það að ég hef alveg lent í því að vilja fá nemendur, afburða nemendur inn í háskólann á Akureyri og frá Asíu eða einhverjum löndum sem eru bara fólk sem sér er þá fólk. Þá er alveg rétt, það er mjög erfitt að fá bara í gegnum alla pappísvinnina og það er ákveðin galli. Þannig að sko, það er eitthvað sem Bandaríkin hafa verið, ég lærði sjálfur í Bandaríkjunum og það var tölvur pappísvinna í kringum það, ég tók bæði Masters of Doctorate í Bandaríkjunum og þarna var maður að hitta fólk úr öllum heimsóknum og það hefði farið í gegnum ákveðin kerfi og síðan blómstraði margt þetta fólk í Bandaríkjunum. En ég er alveg sammála því að það er varðandi að fá inn afburða fólk inn í Evrópu, inn í háskólana, þá hlýtt sem ég hef þekkja þess, að það er allt of flókið og erfitt að mínum dómi, mikið skrifstofu bákn í kringu það og er ekki hagkvæmt fyrir Evrópu. En ég hins vegar sem ég sá í Grikklandi, mér fannst það ekki vera sko æskilegt að fólk geti bara komið fótgangandi hvaðan sem var og farið inn í Grikklands og haldið svo norður. Það þurfa að vera einhverjar reglur og svo þurfa þessi lönd líka að geta tekið á móti þessu fólki og veitti þann stuðning sem það þarf til að verði hluti af samfélaginu. Og svo þarf kannski að draga úr stríðsátökum og árásum inn í þessi lönd sem að valda gríðarlegu flóttamannastraumi þar sem að fólk bara reyna að bjarga lífi sínu á flótta. Já, það er svolítið mótsagnakennt þegar Bandaríkin að gagnrýna Evrópu fyrir þetta vegna þess að stór hluti þessu fólki er að flýja átök sem að Vesturlönd og þá ekki síst Bandaríkin hafa tekið þátt í. Ólögleg innrásin í Írak 2003, stríð í Afganistan sem stóð í 20 ár, stríð í Líbíu og svo getur haldið áfram. Þetta fólk er að flýja og bara flýja dauðan sko. Og auðvitað þarf þetta fólk að fá einhver stuðning en það þurfa að vera einhver kerfi til að taka á móti þessu fólki. Og það er að síðan að segja, en ég meina langt mest af þessu fólki býst ég við, ef við tökum Ísland, 18% af Íslendingum eru útlendingar, þannig að sko, og við vitum mikið af fólk frá Póllandi, þetta er fólk sem er að halda upp í sjávarútvegi hjá okkur á miklu leyti, ferðamannaþjónustinu og svo framvegis, þannig langt mest af þessu eru mjög gagnlegir þegnar sem við þurfum á að halda. Herðu, Hilmar, takk fyrir að taka símann hérna, við spjöllum ýmislegt en við vorum að tala við innflytjendur vegna þess að það er öryggismál sem að Bandaríkjastjórn leggur mikla áherslu á að það sé grunnurinn að öryggi Evrópu er að Evrópa taki upp eiginlega útlendingastefnu Trump-stjórnarinnar, þannig að við fórum víða völl, siglingaleiðir og okkur fleira. Kæra þakki fyrir að koma hingað reglulega. Alltaf gaman að tala við þig. Takk fyrir þetta, takk. Takk fyrir. En við látum þetta vera lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestunum sem hafa hingað komið bæði í stúdíóið og í gegnum Zoom. Þakka Maríu og Birni fyrir að taka viðtöl og Petri Fjellsteð og Laufi Líndal fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég mest sem hafi verið að hlusta og horfa og breytt þessu spjall okkar í fjölmiðlum. Minni á að allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði áskrifenda. Það er sá hópur áhorfenda og áheyrenda sem hafa
ákveð það að styðja samstöðuna, telja hann að vera mikilvæga í samfélaginu, mikilvæg fyrir lýðræðið og bara á þessum tímamótun sem við erum í á mörgum sviðum. Ef þú vilt slást í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2.750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur alltaf áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið, en það er mitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við segjum þetta gott í bili en svo sjáumst við aftur hérna annað kvöld klukkan 8 og þá verður rauðaborðið á sínum stað. Góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.